daginn og velkomin í Silfrið. Hér á eftir kemur til mín formaður Samtaka atvinnulífsins, Halldór Benjamín Þorbergsson. Við ætlum að ræða hvort að hér á Íslandi ríki jöfnuður eða ekki. Síðan kemur til mín María Rut Kristinsdóttir. Við ætlum að ræða nýjustu byltinguna gegn kynferðisofbeldi og nýja skýrslu sem að hún og fleiri voru að skila til dómsmálaráðuneytisins meðferð kynferðisbrotamála innan réttarvörslukerfisins. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins fréttir vikunar með Ómar R. Valdimarssyni, lögmanni, Sirrí Hallgrímsdóttur, ráðgjafa og fyrrverandi aðstoðarmanni menntamálaráðherra, blaðamönnunum og fréttamönnum, Helga Seljan, dagskrárgerðarmanni hér á RÚV og fréttamanni og Ingibjörgu Dögg Kjartansdóttur, ritstjóri Stundarinnar. Ingibjörg, það liggur náttúrulega beint við að byrja á þér. Þetta var nú svona stærsta frétt vikunar, það var þetta lögbann á Stundina sem að varir ennþá. Já. Við svona kannski fréttirnar í vikunni hafa svona skýrt ágætlega frá því hvernig þetta var, en geturðu sagt okkur aðeins svona hvernig stemningin á ritstjórninni núna eftir þetta og hver eru næstu skref í þessu máli hjá Stundinni? Já, ég kannski, langar kannski líka aðeins að segja frá því að þegar þetta gerðist, það þurfti að spyrja út í stemninguna, þá var þetta hálfgert bara áfall fyrir það starfsmenn sem voru á staðnum. Þau voru mjög fá á skrifstofunni. Þegar þeir mæta þarna fyrirvaralaust, fulltrúi sýslumanns og lögmaður þessi slitabús bankans og í rauninni með svona, náttúrulega bara mjög svona afgerandi aðgerðum sem að voru bara mjög erfiðar viðuregnar. Það var erfitt fyrir okkur að svara þess að því við hefðum ekkert svigrúm, við hefðum ekki tíma, við erum að reyna að ná í lögmanninn okkar, hann var á stjórnarfundi, þannig við fórum ykkur svona aðgerð að reyna að finna annan lögmann sem hefur verið að vinna fyrir okkur, náðum ekki heldur strax í hann og þá voru verið svona furða sig á því af hverju við þurftum að vera að tefja þetta svona, af því að við ættum nú í rauninni sem borgarar þessa lands að þekkja lögin. Þannig að þessi aðgerð var mjög svona afgerandi og ég var sjálfstætt erlendis á þessum tíma. Ég var með svolítið kaldhæðnislegt að segja frá því. Ég var stædd í MoMA, Museum of Modern Art í New York, þar sem tjáningin bara algjör og frjáls og óheft. Þannig að alls konar verk mjög ögrandi og varpa upp svona spurningum samfélagið. En svo þegar ég kem heim, þá sé ég bara að það mæti mig bara fólki sem bara ofboðslega þreyttur og ofboðslega brugðið og ofboðslega svona, já, þetta tók á það sem voru á ritstjórnarskrifstofunni á þessum tíma og bara reyndi á alla, hvort sem þeir voru blaðamenn eða starfsmenn að öðru leyti. Og næstu skref þurfti að spyrja þau eru náttúrulega bara, við bíðum eftir stefnu, við höfum sem sagt að hafa viku til þess að leggja fram stefnu í málinu, það á morgun, liðin vika, þannig að hún ætti þá að berast í dag eða morgun, svo munum við fara skaðabótamál. Við þurftum náttúrulega líka það sem að tók við eftir þetta, við þurftum náttúrulega bara að skrifa blað, vorum að gefa blað í sömu viku, það náttúrulega farið óbærslega mikil tími og orka í þetta mál. Bæði umfjöllunina sem við hefðum verið að vinna og eins líka bara vinna úr þessum aðstæðum sem þarna koma upp. Þannig að við þurftum að skrifa svo blað bara fram á nætur þessa daga eftir. Kemur alltaf út einhver sterkasta blaðaforsíða sem það eru að sé hérlendis lengi? Já, okkur fannst við ekki geta setið undir þessu svona þegjandi hljóðlist. Okkur fannst við þurfa að sýna það á forsíðunni að við mættum ekki segja þær fréttir sem við ætluðum að segja. Helgi, þú starfar í sama geira. Hvernig horfir þetta við þér? Þetta er alvarlegt mál. Já, þetta er bara galið og að svo miklu leyti sem þetta auðvitað gagnvart bara tjáningafrelsinu og svona einhverju að því virðist einhverju svona hugsanavillu hjá og svona einhverjum stað sem við erum komin á sem er rosalega hættulegur. Af því að þetta er svona ekki eina vísbendingin, við erum nýbúin að sitja undir því að fyrrverandi forsætisráðherra ákveður að dempa því inn í umræðuna að hann ætli sér að kæra 3 ónefnda fjölmiðla fyrir einhverja ótilgreinda umfjöllun sig en hann ætli svona að bíða með það fram yfir kosningar sem er náttúrulega eitt og sér veit ég ekki alveg á hvaða forsendum hann ætlar að fara í mál og hann náttúrulega tilgreinir það ekki sjálfur en bara svona þessi undirtónn og svona þessi undirliggjandi hótun sem liggur í því sem auðvitað bara galin. Svo það þetta
sko, vegna þess líka að ég hélt að þetta væri svolítið frá, að því við megum ekki gleyma því sko að fyrsta verkefni sérstaks saksóknara, héraðssaksóknara þegar hann tók við störfum, var að taka við kæru frá fjármálaeftirlitinu sem að einhverra hluta vegna ákvað að gera það að sínu fyrsta verki eftir að hafa sko einhvern veginn sofið af sér bankahrunið, að kæra 6 blaðamenn fyrir brot á bankaleynd. Þetta var sko 2008. Þetta er fyrsta verkefni sem héraðssaksóknarinn á Íslandi fékk eftir bankahrunið. Það var að hlaupa á þetta blaðamönnum sem voru að reyna að upplýsa það hvernig það gat eiginlega gerst að bankakerfið á Íslandi hrundi. Og Kaupþingsleikin. Já, síðan og það voru fleiri mál, þetta voru nokkrir blaðamenn. Þetta mál fór til héraðssaksóknara, það var fellt niður, síðan kemur það settur ríkissaksóknari sem Björn L. Bergsson sem fær það mál til sín og hann kemst að þeirri niðurstöðu sem að er rétt og bara með að skoða lögin og skoða lögskýringargögnin og skýringarna sem koma með því að sko að það er engar forsendur til þess að höfða mál á hendur blaðamönnum fyrir brot á bankaleynd þegar að umfjöllunarefnið á klárlega erindi til almennings og hann færir rauk fyrir því að þó að bankaleynd sé brotin á einhverjum staði í þessu ferli að þá fylgi ekki, þegar búið er að brjóta bankaleyndina og blaðamaðurinn fær gögnin sem hann síðan upplýsir þá færist ekki bankaleyndin yfir til hans að því gefnu að umfjöllunarefnið eigi erindi við almenning sem það sannarlega á. Þannig að ég held bara að við værum búin að þessu. Síðan fáum við þetta að heyra það í gær, Jón Trausti segir svo frá því í gær og það hefur svona verið svolítið náttúrulega með hreinum ólíkindum að hlusta á svo sýslumanninn sem að lætur eins og þetta hafi svona verið bara í raun að hann hafi svona bara verið að stoppa einhverja atburðarás og það felist ekki í því nein afstaða og eitthvað annað og bara hvernig vinnubrögðin eru. Hann kemur hann inn með einhverja óljósa kröfu sem ég skora bara á alla að lesa vegna þess að ég held sko að það þarf að fara að ræða það hvernig þið lögmenn sko skilið frá einhver texta. Það að þú getur sett konseptið undirorpið 4 sinnum eða eitthvað inn í einhvern texta sem efnislega segir ekki neitt og einhvern veginn og ég veit ekki hvort sýslumaður hefur fengið svona bara hann hefur verið svona upp með sér að fá þetta eða bara ekki alveg skilið þetta því það þarf virkilega að leggja á sig af því það er engar sönnur færðar á það að það sé verið að fara að valda einhverjum skaða á einkalífi einhvers út frá því sem að stundin hafi hugsanlega og svo kemur sýslumaður og fulltrúar hans inn og Ingibjörg kannski veit það betur en Jón Trausti sagði frá því í gær og að því að yfirvofandi hættan var svo að það ætti bara að fara að henda bankaupplýsingum fjölda Íslendinga inn. Þau eru aldrei spurðið að því hvort að það standi yfirleitt til, hvort að það séu gögnin sem þau eru með. Það er aldrei óskað eftir okkar afstöðu í rauninni í neinum atriðum þessa máls. Og ég velti bara fyrir mig sko með hvernig sýslumaðurinn talar sko þú veist skilur hann ekki afleiðingar gjörða sinna skilur. Ég bara þú veist ég næ því ekki alveg. Ómar, þú ert náttúrulega lögmaður og svo ertu fyrirvænandi blaðamaður, þannig að þú svona ættir að skilja þetta út frá báðum hliðum. Hvernig blasir þetta við þér? Er þetta ekki rétt sem verið að segja? Þetta er svona, virðist hróðvirknislega gert? Jú, í mínum huga er þetta algjörlega frálegt lögbann og það eru öll líkindi fyrir því að því verið hnekkt fyrir dómstólum þegar þetta ræða þangað inn. Gallinn náttúrulega sá að tímaramminn sem þar er á milli frá því að lögbannið er sett á þar til að niðurstaða fæst endanlega fyrir dómstólum getur verið mjög löng og þar alveg búið að eyðileggja allar þær hugsanlegu fréttir sem í gögnunum voru fyrir stundinni sem er ekki gott mál. Það er búið að mynda dómavenju og fordæmi og reglur um það hvernig eigi að meðhöndla svona mál og Hæstiréttur sagði í Jóni Ben-málinu að ekki væri efni til þess að setja lögbann þegar umræða efni sem á erindi til almennings var það mál sem að deilur hafa staðið í samfélaginu og gengur ekki nærri einkalífi viðkomandi en óhjákvæmilegt er í opinberri umræðu. Og ég held að þessu er svolítið rétt lýst hjá Helga hvað hefur gerst þarna. Það eru, sko, ég á mjög erfitt með að kaupa að það eru einhverjar samsæriskenningar sem að snúa baki þessu, að þessi sjálfstæðisflokkurinn sem standa baki þetta einhver svoleiðis. Ég held að trúi því enginn í dag. Það sem hefur gerst er það að hérna er einhver Glitnir sem er í eigu útlendinga, þeir fá í maganum við því að það sé hugsanlega að fara að birta þarna upplýsingar fleiri eða þá meiri upplýsingar fjármál forsætisráðherra og verða þá skotspónn skapaðarmáls í kjölfarið.
ræða við tryggingafélagið sitt, segja þeir bara fara í beinti lögbann. Þeir fara í Logos og Logos er náttúrulega til í að vinna fyrir 60.000 kall á tíman fyrir Glitni áfram og gerir það. Og síðan fer öll hessingin í sýslumann, lögmenn frá Logos og hann náttúrulega bara leggst flatur þegar fínu lögmennirnir frá Logos segja hann hvernig lögum kyrrsendingu á lögbanni að virka og gerir bara eins og þau segja. Og, þú veist, og við sitjum síðan uppi með afleiðingarnar. En blasir ekki við að þyrfti að breyta þarna, sko, af því að í einhverjum ákveðnum tilvikum er lögbann úrræði, ekkert endilega það kemur að blaðamenn, en lögbann er úrræði sem að getur alveg átt rétt á sér. Liggur ekki beint fyrir að það þurfi samt sem að breyta því að dómstólarnir þurfa að taka við sér miklu fyrir að þessi viku frestur sé í rauninni bara allt of mikill og Já, við erum ekki að tala það er ekki verið að tala sko falsaða lífæðisbuxur eða með fullri virðingu fyrir þeim, skilur sem er svona eitthvað, þú veist, hefðbundið lögbann á Íslandi, þú veist, einhverjar Apple-tölvur eða eitthvað, þú veist, og það er það sem að kemur mann líka svo óvart, að heyra sýslumann sem ég held að sé búin að vera, þú veist, í þessu embætti, með þessi völd svona lengi, láta eins og þetta sé bara eins og hvert annað lögbann, ég bara, þú veist. Já, það sem að þyrfti náttúrulega að gerast er það að þegar við erum með mál þar sem að vegast á friðhelgi einkalífsins og tjáningarfrelsis annars vegar og tala ekki þegar á að fara að setja lögbann á einhverja fjölmiðla út af einhverju yfirvofandi umfjöllun, þá á þetta náttúrulega að vera þannig að sýslumaður á náttúrulega bara átómatískt að hafna lögbanninu og þá getur viðkomandi aðili sem er að sækjast eftir í borið málið undir dómstóla. Það er náttúrulega ekki eðlilegt að þessi aðili framkvæmdarvaldsins sem sýslumaður sé að setja lögbann, tala ekki þegar er að ræða eins og í þessu dæmi þar sem að stundin hefur umfjöllun einn af handhöfum framkvæmdarvaldsins og þá sé það bara einhver annar armur framkvæmdarvaldsins sem kemur inn og setur lögbann og frekar umfjöllun. Auðvitað er að frekar dómstólar sem er að endurskoða þá ákvörðun. Það bara liggur í augum uppi. Sirrí, hvernig blasir þetta þér? Ég tek undir það. Mér finnst þetta lögbann alveg fráleitt og ég held að flestum finnist það. Það hefur verið, ég held að allir forystumenn flokkana og þar á meðal Bjarni Benediktsson hafi lýst því yfir að þeir séu mótfallnir þessu lögbanni. Böndin beindust svona nokkuð strax í upphafi, töluvert að honum og margir sem héldu að hann einmitt væri sem hefði staðið fyrir sig. Jú, stundum setti það svo sem þannig upp og kannski var það þeirra upplifun af því að þau voru að fjalla mál forsætisráðherra en það hefur nú komið á daginn að það var ekki þannig. Ég hins vegar, sko, mér finnst líka annar vinkill á þessu að þessi gögn hafa verið í umferð í talsverðan tíma og það hafa aðrir fjölmiðlar, þeim hefur verið ótað öðrum fjölmiðlum. Það er búið að vinna þessi gögn heilmikið í hendurnar á fjölmiðlum. Mér skilst að þarna sé einhver mappa sem merkt þingmenn og það er bara einn þingmaður og það er Bjarni Benediktsson og öll gögn hann. Þetta eru gögn sem eru 10 til 14 ára gömul og það er ekkert nýtt að koma þarna fram og að rannsaka allt saman og svo framvegis. Bíddu, Sirrí, hættu. Heyrðu, leyfðu nú öðrum að koma stað, Helgi. Nei, leyfðu bara öðrum að koma stað. Þú getur svarað eftir. Nei, þetta er bara ekki rétt. Leyfðu bara öðrum að koma stað. Þetta er ekki rétt. Já, þú getur svarað eftir. Þetta er nákvæmlega svona og rannsóknarnefnd Alþingis, hún fékk til þess allar heimildir til þess að fara yfir þetta allt saman og örugglega meira til og komst að þeirri niðurstöðu að það var ekkert athugavert. En það sem ég er að tala er að þessi gögn hafa verið í umferð og það hefur verið stöðugt streymi af gögnum sem að lúta bankaleynd að fara frá Glitni til fjölmiðla frá árinu 2012 og jafnvel eitthvað fyrr. Og þannig að það er sérstakt að þau hafi ekki gripið inn í fyrr. Það er ekki, þetta er ekki fyrsti gagnarleikinn frá Glitni. Eða frá öllum bönkunum. Það er það sem er líka svo skrítið. Það er vísað í það sérstaklega líka í þessu að það hafi verið fjallað hæstaréttardómara og hlutabréfakaup þeirra. Já. Þú veist. Og afskriftir einhverja ég meina, lögmanna, hæstaréttarlögmanna. Ég veit svo sem ekki, þú veist, við höfum ekki verið með þessi gögn í höndunum. Þannig að þetta hefur verið, þú veist, og það hefur fjallað fullt leka og þeir hafa verið til umfjöllunar mjög lengi, þannig að það er auðvitað mjög skrítið, það er líka skrítið, tímasetningin. En það er auðvitað ekki rétt sem Sirrí er að segja að það sé ekkert nýtt í þessum gögnum og það er margoft búið að hrekja það og þessi umfjöllun eins og hún hefur verið,
Það er að segja, fullt af- rannsóknarnefnd Alþingis hefur farið yfir öll þessi gögn. Já, Þó svo einhver einn og einn tölvupóstur sé að birtast í fyrsta skipti í fjölmiðlum, þá er rannsóknarnefnd Alþingis búin að fara yfir þetta og meira til. Það þýðir ekki að það sé ekkert nýtt í þessum Þannig að gögnum það er fyrir almenningi ekkert- í þessu það landi er ekkert- eða blaðamenn sem eru að fjalla um það. Nei, en þetta er samt 10 ára gamalt Já, mál já, sem það er er búið að alveg. En ekki rannsaka segja í að það sé ekkert kjölinn nýtt í þessu- og er af því að núna allt í rannsóknarnefnd Alþingis er búin að einu og er fara yfir núna allt í einu að birtast hérna í fjölmiðlum rétt fyrir kosningar. Ég meina það, þú veist, En þetta er náttúrulega bara mismunandi fréttamat. Já, já, það eru bara já, mjög já. margir Já, já. sem hafa áhuga á að sjá nákvæmlega hvernig þessi viðskipti áttu sér stað og þarna rétt fyrir hrunið. Áttu fjölmiðlar ekki að fjalla um þetta þá? jú, fjölmiðlar mega fjallum og fjölmiðlar og tala nú ekki hérna, sem sagt á frjálsum markaði geta bara tekið þá stefnu sem þau vilja og stundin hefur gert það og hefur fullan rétt af því og það kemur ekki verð út fyrir neitt eins og Sjálfstæðisflokkinn að þetta lögbann hafi verið sett á. Kemur náttúrulega mjög illa út fyrir lýðræði í þessu landi Og fyrst lýðræði, fremst, já, og ég tek undir borgaræði í það, þessu landi, þetta algjörlega. Sjálfstæðisflokkurinn sé talsvert aftarlega í kröfuhafröðinni þar. Já, ég meina en ég segi, en- þú veist, af því að það verið að setja eitthvað pólitísk formerki á þetta, þá segi ég þetta. Já, ég reyndar hef enga Að- trú á því að þetta sé gert af einhverjum pólitískum hvötum. Nei, Ég held að þetta sé nei, bara ég held að það hafi típist núna íslenskt komið í ljós. fús, eins og það er kallað. Ingibjörg, Amen. búum við skert fjölmiðlafrelsi á Íslandi með þessari ákvörðun? Þetta er eins og Helgi var að segja, við erum með forsætisráðherra fyrirverandi sem ætlar í einhvers konar meiðyrðamál við ótilgreinda blaðamenn. Margir blaðamenn á stundinni og náttúrulega víðsvegar búa við það að hér er blaðamennum stefnt bara ítrekað fyrir oft litlar sakir og því hefur verið snúið óvenjulega oft við hjá Mannréttindadómstólnum. Eru fjölmiðlar í erfiðari stöðu hér heldur en annars staðar? Já, ég vil meina það að við sem, við erum náttúrulega, bara við berum okkur saman til dæmis við Norðurlöndin. Það erum við eina ríki sem fær enga ívilnanir eða styrki frá hinum opinberum aðilum. Og við sem sagt, við búum með sérstakar aðstæður, fjölmiðlar á Íslandi, við búum á mjög litlu landi þar sem markaðurinn er lítill, framleiðslan er jafn dýr og annars staðar. Við fáum enga styrki, við fáum engar ívilnanir eins og ég var að segja. Við fáum heldur ekki að njóta sannmælis eins og þessi máli hefur stillt upp að það sé við sem að keyra því núna rétt fyrir kosningar meira í að því að við höfum einhvern svona pólitískan tilgang sem að þegar okkar mati bara það þarna er að koma fram upplýsingar sem að varpa ljósi það að það sem hefur áður verið sagt sé annarkvort rangt eða villandi, það hefur ekki verið gefnar fullnægjandi upplýsingar þessi mál. Og svo er það náttúrulega bara alltaf mat hvenær er búið að gera mál fyllilega upp, þú veist hversu langt að uppgera ganga og sumum finnst bara nóg að vita að forsætisráðherra hafi verið í viðskiptum, samhliða pólitík. Aðrir vilja vita hvernig hann beitti sér sem stjórnmálamaður í samskiptum við banka sem hann var í viðskiptum með. Þannig að þú veist, það er alltaf bara mat fólks hvernig það á að vera en við búum samt í þannig samfélagi að það hefur verið gefið leyfi til þess að vega alltaf að trúverðuleika og starfsheiðri blaðamanna. Við erum með ríkisstjórn og höfum verið með lengi fyrir ríkisstjórn starfaði líka þannig þar sem að vissir flokkar þeir svara ekki ákveðnir ráðherrar og ráðuneyti svara ekki fyrirspurnum frá fjölmiðlum eins og til dæmis Stundinni. Okkur var ekki heldur svar þegar við vorum með DVF en það hefur aukist mjög, við vorum með til dæmis viðtöl við alla stjórnmála flokkana, formann alla stjórnmálaflokka fyrir kosningarnar í fyrra. Það var einn sem að neita að svara spurningu Stundarinnar, það var Bjarni Benediktsson og hann segir... Fáðu eitthvað skýringar á þessu? Við fáum engar skýringar nefnum bara þegar núna í síðustu viku þar sem að segist ekki hafa haft góða reynslu því að svara blaðamönnum þessara miðla, Reykjavík Media og Stundarinnar og ég veit ekki til hvers hann er að vísa því að hann svarar okkur aldrei og við fáum ekki tækifæri til þess að vinna úr viðtölum við hann og við myndum gera það bara með sama hætti og við vinnum úr viðtölum við alla aðra. Það er að segja að fólk væri bara komið sín sjónarmiðum á framfæri hjá okkur eins og annars staðar. Og þetta er bara, þetta umhverfi, þetta er andrúmsloftið sem við búum við. Við náttúrulega, þú veist, sé aðstoðarmann ráðherra fara fram á fangelsisdóm yfir blaðamönnum í umfjöllunum í lekamálið vegna mistaka sem voru leiðrétt samdægs og beðast afsökunar á. En þetta er einhvern viðbrögðin og þetta er umhverfið sem við búum við.
það er enginn að beita sig fyrir því að ákvæði í almennum hegningarlögum sem heimilar fangelsisdóma yfir blaðamönnum að því sé breytt eða það sé afnumið. Það er enginn að beita sig fyrir því að... Lagði ekki Birgitta fram frumvarp með breytingartillögum á þessu sem að ég held að hafi ekki komist fyrir í umræðu á þinginu? Það er eins og þessi markvisst verið að halda fjölmiðlum á Íslandi veikum og það er eins og þessi vilji ráðamanna til þess að því þeir eru vissulega ekki að beita sig fyrir því að staða þeirra verið sterkari og Íslenska ríkið hefur eins og það segir margoft verið dæmt fyrir brot á tjáningarfrelsi blaðamanna. Það hefur gerst ítrekað og það gerst aftur og aftur og aftur og enn heldur Hæstiréttur áfram að dæma blaðamenn, dómurinn þar sem að blaðamenn voru dæmdir fyrir nota orðið rannsókn en ekki skoðun. Hann fjall til dæmis eftir að ríkið hefur margoft verið dæmt fyrir að brjóta gegn tjáningarfrelsi blaðamanna. En þetta heldur alltaf áfram þessi staða, hún er ekki að batna. Mér finnst líka bara athyglisvert einmitt í þessari umræðu að vera með forsætisráðherra sem treystir sér ekki til að tala við blaðamenn Stundarinnar eða Reykjavík Media en hann fer í viðtal þar sem hann setur athugasemdalaust undir orðum þáttastjórnenda sem kallar þessa blaðamenn, nafngreinda blaðamenn, böðla og talar þá sem pörupilta og götustráka. Við erum að tala þá blaðamenn sem í hópi þeirra sem hafa fengið flesta tilnefningar og flest blaðamannaverðlaun á landinu. En það er ekki gerð athugasemd við þetta. Þetta er umhverfið sem við búum í og það mér finnst það ekki, persónulega finnst mér það ekki eðlilegt. Það sé hægt að sigta út ákveðna miðla og vega trúverðugleika þeirra með þessum hætti. Helgi, hvað er hægt að gera í þessu? Sko, ég held að þetta sé partur af þessu er líka bara kannski, svo ég reyni bara að skilja svona hvað býr að baki. Það er auðvitað búið að vera svona stuttur þráður og fætingur í öllum síðan og fyrir hrun. Ég held að þetta sé svolítið spurningin að fyrir alla andofan í magan og svo held ég að þetta sé líka svolítið spurningum bara hugarfarsbreytingu og menn fara að gera sér aðeins betur grein fyrir því að að fjölmiðlar eru ekkit eru ekki sjálfkrafa óvinir þó þeir hvað ég segja bladra ekki stanslaust ofan í því Þannig og svo held ég þetta sé líka spurningum að það hefur náttúrulega verið misskilningur út í heimi alveg síðan hrun að hér sé bara einhvers konar útópískt fjölmiðla umhverfi og það kemur bara til vegna þess að það hafi verið lögð fram fullt af frumvörpum á Alþingi sem þingsályktunartillögur frumvörp og ég nefni til dæmis eitt sem er frumvarp vernd uppljóstrara sem er bara lagaumhverfi sem er bara held ég bara í flest öllum vestrænum samfélögum er það bara þannig að það er bara í lögum er bara vernd fyrir uppljóstrara sem hvort sem þeir eru embættismenn eða vinna hjá stofnunum eða hvað sem er þar sem þeir eru varðir fyrir því að þurfa ekki að takast á við afleiðingar eins og vera reknir og vinnu fá ekki starfsframa eða eitthvað ef þeir koma upp til dæmis bara það hvernig er eitthvað ólöglegt athæfi, spillingu, eitthvað í þeim dúr. Þetta frumvarp var lagt fram strax eftir hrun og var unnið nokkuð vel og ég held að hafi margir verið sammála það, en það hefði einhvern veginn datt bara upp fyrir og var held ég aldrei samþykkt held ég. Nei, sko, síðan var IMMI-nefndin sem var þingsályktunartillögu Pírata. Akkurat. Hún IMMI-hópurinn sett á laggirnar og ég satt nú að hluta til í þeim hópi og þá var endurunnin og komið með tillögu að breytingum að þessari miðyrðalöggjöf og heimildamönnum. Ég hreinlega man ekki, ég held að síðan var bara svo hröð afgreiðsla þarna undir lokin á síðasta þingi þar síðustu ríkisstjórnar. Ég held að þetta hafi ekki farið í gegn. Ég man það samt. Eiga vona því að þetta sé til og þetta er til og það er búið að vinna þetta alveg rétt sem Helgi segir og tekur undir það að við erum með mjög stranga og má alveg endurskoða þetta lagaumhverfi í kringum bæði heimildamenn og miðyrðalöggjöfina sem ég held að sé frekar hörð hér. Þannig að en sú vinna hefur verið í gangi og mikið búið að leggja á sig til þess að... Þetta eru 3 ríkisstjórnir sem hafa einhvern veginn verið með þetta á borðinu. Stjórnir strax eftir hrun, henni var í lófalagið að breyta þessu og þetta lá alveg miklu leyti klárt fyrir. Þetta var tekið aftur upp þegar næsta ríkisstjórn tók við og auðvitað gerist þetta eins og með mörg önnur mál einhvern veginn að það koma 300 mál inn í lok þings alltaf og þá fara menn einhvern veginn
að velja og hafna og þá einhvern veginn er þessu þá hefur þetta ekki forgang en það þarf bara að fara að klára þetta. Það er bara að taka ástfóstri við þetta og fylgja þessu eftir. Ég ætla aðeins að skipta gír, förum aðeins yfir í kosningabaráttuna, það er bara vika eftir og svona kannski ekki beint spennandi lokasprettur. Þetta virðist svona í könnunum vera að verða svolítið ljóst. Þetta eru þessar tvær blokkir, Sjálfstæðisflokkurinn og Vinstri græn og síðan eru hinir flokkarnir svona aðeins minni og aðal spennan það hverjir munu vinna annarkvort með öðrum konum flokkum og hvernig verður hægt að búa til stjórn úr þessu. Ómar, finnst þér þetta hafa verið svona ljót og rætin kosningabarátta? Nei, hún er náttúrulega markast rosalega mikið af því hversu stutt hún hefur verið og það sem mér hefur fundist svona svolítið afgerandi í kosningabaráttunni er það að það er ekkert eitthvað eitt mál sem að allir er að takast á heldur eru kosningalofurinn svolítið tvist og bast sko. Þannig að mér hefur svolítið, ég hef svolítið saknað þess að sjá þess að þau verið að tala sko fílinn í herbygginu sem ég vil meina að sé sko vaxtagjöld ríkissjóðs. Ég skil ekki okkur að ekki einhver að tala það að það er að greiða niður skuld ríkissjóðs og reyna þá að veita meiri peningum inn í heilbrigðiskerfið og menntakerfið og samgöngurnar og allt það. En það er bara ekki sérstaklega sexy. Sigríður, hvað snúast þessar kosningar? Já, eins og maður segir, hún markast að því hvað hún er snörp kosningabaráttan en líka náttúrulega af allu þessu máli, þess að varðandi það að hún snýr minna að málefnunum og meira að einhverjum 10 ára gamlum málum og ég held að sumir flokkarnir, kannski flokkarna finnst það þægilegt af því að þá þurfa þeir ekkert að útskýra mikið hvað þeir eru að tala en ég held að það væri betra ef að umræðan yrði svolítið málefnalegri allavega núna síðustu dagana af því að hér hafa flokkar sett fram stór loforð, stór óútfærð og óútskýrð loforð og tek náttúrulega dæmi sem Vinstri grænir og skattabreitingarnar sem að þeir vilja fylgja eftir sem eru breytingar næstu 5 árin, 50 til 75 milljarðar á ári í auknum skatttekjum fyrir ríkið. Þetta þýðir milljón á hvern skattgreiðanda á næsta kjörtímabili í aukna skattbyrði. Þeir hafa ekki getað útskýrt hvernig þeir ætla að fara því að fjármagna þetta en síðan á móti kemur og hins vegar hefur líka Samfylkingin og Logi, hann hefur komið opinberlega fram og lýst yfir að hann styðji þessa skattastefnu VG. Á móti kemur að það sem er kannski jákvætt er að það er líka pólitísk samstaða ákveðna málaflokka eins og heilbrigðismálin og menntamálin og áherslu flokkana þar eru svipaðar. Þannig að já, ég myndi segja að það þyrfti kannski að fara að beina sjónum sínum aðeins meira að því hvað flokkarnir ætla að gera vegna þess að annarkvort erum við að fara að horfa á uppbeygju í stefnu í ríkisfjármálum eða áframhaldandi stöðuna eins og hún er og það er þá að geta að vita hvernig flokkar ætla að fylgja því eftir. Takið þið undir þetta, Helgi, er svona mikil verðbólga í kosningaloforðum? Já, það er það sko. Venju samkvæmt það er alveg rétt, og það er alveg rétt sem að Sirrý er að segja, svo detta upp svona mál eins og það til dæmis að þetta með að svona tæma bankana af eigið fé, þar finnum við allt í einu og að því að Sirrý var að tala hruni, þá er samt alveg svolítið magnað hvað þetta hrun virðist hafa gert okkur rík. Það við græðum á svona hörmungum, fyrst stríðið og svo kemur þetta hrun og við erum búin að fá fullt af peningum frá kröfuhónum og svo núna aftur erum við að fara að fá 50-70 milljarða innan úr bankakerfinu sem bara virðist vera eitthvað svona dautt fé án hirðis sem er eigið fyrir bankana sem núna geta bara farið aftur að fjármagna sig í útlöndum en það er samt alveg rétt, þú veist, og það er mikil, það er talsverð verðbólga í þessu, ég meina bara hugmyndir eins og þær sem að maður hefur heyrt að það er sem sagt að færa skattleysismörkin upp að 300.000 sem að ég held að, þú veist, þið vel yfir 100 milljarða eða eitthvað. Síðast með dýrasta kosningalofur hlýtur að vera þetta ruglarnir miðflokknum það að nota hlutabréfin. Eignast beita forgangsrétti til þess að eignast Arion banka og
hvernig á að gera það. Það á að greiða fyrir það úr ríkissjóði og síðan á að afhenda aftur hluta þessum peningum í formi hlutabréfa til skattgreiðenda aftur, eða þriðjungina. Þannig að kaupa, nota peningana okkar til þess að kaupa bankan og afhenda okkur síðan peningana aftur. Þetta svona hókus-pókus-pólitík sem er alveg... En þetta var þetta ekki fyrir síðustu kosningar eða þar síðustu kosningar, það var líka eitt af kosningarloforunum að það ætti að afhenda okkur öllum hlutabréf í Landsbankanum einhvern veginn. Já, en það var ekki útfæra það reyndar með öðrum hætti, en það er rétt. En það er samt alveg rétt, að það er sko, þú veist... En þetta snýst bara meira og minna bara það hvernig við ætlum að útdeila og skipta þessu niður í þessu gríðarlega góðæri sem að Já. Má ég ekki bara fá peningin í staðinn? Í staðinn fyrir að fá hlutabréfin. Já, það voru Ómar fann að skreita heima hjá sér í júlí en ekki í september eins og hann gerir núna fyrir júlí. En ég held að sko, það sé samt alveg rétt að þú veist, mér finnst svona meiri samhljómur með öllum þessum flokkum svona að mörgu leyti núna heldur en oft hefur verið, en þetta er fullt sem að aðgreinir og þá erum við þetta bara kemur einhverju svona grundvallarpólitík það hvort eigi að vera hærri eða lægri skattar eða hvort eigi að vera skattar á eignir eða ekki og svo eru þetta alls konar svona óljóst í þessu líka, til dæmis bara þú veist það að það er ekki að hækka álögur á almenning eins og Vinstri grænir hafa verið að tala og helst ekki að hækka álögur á fyrirtæki en svo einhvern veginn virðist vera svona auðlindagjöld vera þú veist fyrir utan það og ýmislegt annað en auðvitað er þetta líka bara svo er þetta oft bara svona keppni eins og nú yfirleitt bara í pólitíka þá er þetta bara svona eitt stór svona frúin í Hamborgleikur það allir að passa að segja ekki já og nei eða þú veist eða tölur eða En ég var að velta fyrir mér þá stórar fjölskyldur hljóta þá eignast ansi stóran hlut í Stóreignafólk í Arion-banka. Já, Arion-banka. Ég reiknaði út sko eitt af því sem Samfylkingin hefur talað er að tvöfalda barnabætur og samkvæmt fjárlagafrumvarpinu fyrir 2018 áttu barnabætur að kosta 10,5 milljarða. Þannig að ef við tvöföldum það þá hlýtur það að vera 21 milljarður og sú hækkun mun kosta hvern einasta vinnandi mann í landinu 62 skall. Þú veist, meika það sens eða? Ingibjörg, hvernig sko þetta er eins og þau voru að segja þau eru flokkarnir mörguleyti sammála en að verðist vera sem það sé líka svona bara persónu ágreiningur mönnum líkar ekki að vinna saman og hafa náttúrulega kannski margir erfiða sögu að baki í samskiptum við hvort annað hvernig séru fyrir þetta verði eftir kosningar erum við að fara að horfa fram á aftur svona ofboðslega erfiða ríkisstjórnarmyndun og kannski eitthvað svona ríkisstjórn sem langar helst ekki að vera saman með til að gera það? Já, þetta er náttúrulega svolítið áhugavert því að nú erum við að ganga til kosninga ári eftir að það var kosið síðast og það hefur gengið ágætlega að byggja upp sem sagt í samfélagið svona efnahagslega á þessum tíma sem að þessar ríkisstjórnir hafa verið völd núna síðast og sem sprakk þar áður út af Panama-skjölunum. Það hefur margt verið að ávinnast í þeirra tíð en þær að springa út af starfsháttum sínum, það að segja út af einhvers konar leyndarhyggju og meðferðarvaldi sem almenningi ekki sem almenningi mislíkar svo að ríkisstjórnin springur. Og það hefur núna gerst sem sagt í tvígang á mjög skömmu millibili og ég held að framtíðin kannski ráði svolítið af því hverjir þetta mér finnst það svolítið verið svona spurning sko við erum að takast á gildi og við erum að takast á bara svona siðferðisleg mörk hvar þau liggja og hvað við ætlum að leyfa okkur sem stjórnmálamenn og ráðamenn þú veist hvað við ætlum að leyfa þeim mikið rými til þess að athafna sig í eigin þágu og ég held að líka þú veist núna komið kosningar þá komu loforðin þú veist þá einhvern veginn færst allir flokkar nær miðju allir vilja efla velferðarkerfið eða heilbrigðismálin og þessi mál sem svona kannski standa svona hjarta þjóðarinnar næst en ég held að kannski samstarf flokkana kannski líka svolítið því hvar hvernig þeir sjá þessi hvar gildi er að liggja svolítið. Traust bara. Traust, já. Við komumst ekki með þetta lengra. Kærar þakkir fyrir komuna öllsumul. Takk. Halldór Benjamín Þorbergsson, formaður samtaka atvinnulífsins, sest hjá mér eftir örskamma stund.
Komið sæl og velkomin aftur, Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, velkomin. Takk fyrir. Kallaði formann áðan, fyrst afsökunar á því. Þú skrifaði grein í Moggann fyrir 10 dögum síðan, þar sem að þú heldur því fram að allt tal aukin ójöfnuð í Íslandi, sem alltaf hefur svo sem verið tiltölulega fyrirferðar mikil umræða núna, og sérstaklega aðdraganda kosninga, sé bara einfaldlega rangur. Útskýrðu þetta fyrir mér. Ég held að þú hittir naglann á höfuðið sjálf, sko. Ástæða þess að ég skrifaði þessa grein var að ég var einn heima hjá mér að hlusta á eiginlega alla þætti eins og þessa heila helgi. Við hverjum einum og einasta þeirra kom vaxandi ójöfnuður til tals í þáttunum. Þannig ég fór einfaldlega á athuga, það haldið utan þessi gögn á OECD, hvar stendur Ísland? Vegna þess að rétta leiðin til þess að meta þetta alltaf svo að bera okkur saman við önnur lönd, til dæmis Norðurlöndin sem standa okkur nærri. Í ljós kemur að við bara skoðum þessar opinberu tölur að launajöfnuður á Íslandi sá mesti, ekki bara á Norðurlöndunum, heldur innan allra ríkja OECD. Þetta þótti mér frettnæmt. Leið og rættir launaójöfnuð, þá hefur alltaf fylgt og launaójöfnuður hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Það ekki heldur rétt. Þar sem að launajöfnuður hefur aukist á undanförnum árum og þar vísa ég til talna sem birtar af Hagstofu Íslands. Þegar umræðu launajöfnuð lokið, þá hefur jafnan komið fram hugmyndin, en eignaójöfnuður sérstakt vandamál á Íslandi. Það líka haldið utan þetta. Í ljós kemur að eignajöfnuður sá mesti á Íslandi af öllum Norðurlöndunum og hann hefur aukist á undanförnum árum. Tökum dæmi. Undanfarin 20 ár hafa þau 10% sem mest eigið fé eiga átt það bil 64% alls eigin fjár, sem mjög mikið. Þetta fór hæst, þetta hlutfall, í 87% skömmu eftir hrun, en stendur nú í 62%. Þannig að eignajöfnuður, ef við tökum meðaltal undanfarinna 20 ára, hefur aukist allt frá árinu 1996. Og ég segi, og þetta svolítið ráðandi hlutur í þessari almennu umræðu, það ræðir engin lengur þessi mál núna. Staðreyndirnar liggja bara fyrir. Og þetta veikleiki finnst mér í þessu kerfi okkar. Að við erum alltaf að rífast staðreyndir. Við bara flettum þessu upp og það liggur fyrir að jöfnuður svo mesti á Íslandi á Norðurlöndum. En þetta samt sem áður töluverður ójöfnuður, sko. Ég meina, Þórður Snær ritstjóri Kjarna skrifaði í síðustu viku fréttaskýringu misskiptingu auðs og tekur það fram að ríkustu 20.000 fjölskyldurnar, sem eru þessi 10%, tóku til sín helming eigin fjár sem var til á Íslandi í fyrra. Hinn 90% skiptu með sér hinum helmingnum. Þetta ójöfnuður. Það auðvitað ójöfnuður til staðar. En rétta leiðin til þess að bera þetta saman að skoða þetta hlutfallslega á milli landa. Og úr þeim samanburði kemur að jöfnuður sé mestur á Íslandi af öllum Norðurlöndum. Það hinn eini rétti samanburði í þessu dæmi. Af hverju það endilega, þegar þú ert að tala aukningu eigin fjár og skoðar þetta öðruvísi heldur en hlutfallslega, þá ertu náttúrulega bara að tala ákveðna fjárhæðir og þetta verða náttúrulega gigantískar fjárhæðir þegar þú ert komin í þetta efra lag. Það ekki, þó við séum kannski stöndum ágætlega alþjóðlegu samanburði, þá hlýtur þetta að vera eitthvað sem við, þó fólk vil ekki hafa hérna kannski 100% jöfnuð og allir eigi jafn mikið, þá þetta samt eitthvað sem þarf að hafa varan á að missa ekki böndunum og verði of mikið, þannig að við séum hérna í algjörlega lagskiptu samfélagi. Mín upplifun svo að við búum ekki í algjörlega lagskiptu samfélagi. Ef við skoðum til dæmis bara tekjudreifingu á Íslandi, þá sjáum við að í kjarasamningum, til dæmis undanfarinna 7 ára, hefur verið lögð sérstök áhersla á það að lyfta lágmarkslaunum. Tökum dæmi, árið 2010 voru lágmarkslaun 165.000. Á árinu 2018 verða þau 300.000. Þannig að tvöföldun lágmarkslauna á 7 ára tímabili. Og svona hefur þetta verið í gegnum allan launaskala. Aukin áhersla hefur verið á það að hækka laun þegar lægst settu. Því kjaraviðræður, hvað eru þær? Það eru ekkert annað en samningur jákvæða þróun samfélagsins, uppbyggingu lífskjara fólks. Og ég segi, þegar við ræðum flókin mál og kjaramál, þá verðum við að gera það á grundvelli staðreynda. Og það það sem ég reyndi að gera og setja fram í þessari Morgunblaðsgrein. Þú talar að tekjujöfnuðinn og ég held að séu nú flestir sammála því að hann minni en víða annar staðar. En þarf ekki, jöfnuðurinn meiri, ójöfnuðurinn minni, þarf ekki
þú veist, það verður að horfa þá líka á útgjaldahliðina. Fyrir hverju þessu aukni kaupmáttur, sérstaklega þeirra sem að hafa lægstu launin. Hvað þarf að koma út á móti? Það hlýtur að þurfa að horfa til þess hvort að aukin kostnaðarþátttaka í menntun og heilbrigðiskerfinu og fleiri svona atriðum hafi áhrif. Þetta er góð spurning og gaman að skuldi nefna þetta. Ef við horfum til dæmis á kaupmáttarþróun á Íslandi á síðasta ári, þá var kaupmáttaraukning ríflega 7%. Það mikið eða lítið? Förum aftur í samanburð við aðrar þjóðir. Innan OECD og innan Evrópusambandsins var kaupmáttaraukningin rétt tæplega 0,5%, sem þýðir að kaupmáttaraukning íslenskra heimila í fyrra var ekki 10 eða 20% meiri en gengur að gerist í Evrópu. Hún var 14 sinnum meiri. Og ef við horfum 3 ár aftur í tíman, þá liggur fyrir og okkur hefur tekist núna á vinnumarkaði að skila 20% kaupmáttaraukningu til alls þorra manna. Og hvers vegna það? Jú, við fórum í mjög miklar launahækkanir á árunni 2015, 16 og 17, en verðbólgan hefur ekki látið á sér kræla. Þið vöruðu náttúrulega sérstaklega við þessum launahækkunum sem síðan, út frá verðbólgunni, sem síðan varð ekki. Alveg rétt. Og hvers vegna var það? Það eru 4 ástæður fyrir því að verðbólgan, sem okkur er svo tamt að tala um verðbólgu. Það eru 4 ástæður fyrir því að hún hefur ekki látið á sér kræla. Númer 1, gengistyrking krónunnar var ekki fyrir séð. Hún hefur styrkst 20-30% gagnvart erlendum gjaldmiðlum. Það er komin ný atvinnugrein hérna, sem er ferðaþjónustan, sem er að skila 500-600 milljörðum í innflæði gjaldeyris á hverju ári. Viðskiptakjör í útflutningi hafa verið einstaklega hagstæð á þessu tímabili og olíuverð á sama tíma verið mjög lágt. Og í þriðja lagi, afnám tolla og vörugjalda hefur skilað sér beint út í verðlagið sem hefur dregið úr verðbólguþrýstingi í verslun og þjónustu. Og nú kynni einhver að spyrja. Síðast þegar gengið var frá kjarasamningum varaði SA og greiningardeildirnar og Seðlabankinn öll við því að verðbólgan myndi fara af stað. Það gerist ekki. Nei. Er það ekki eðlilegt að við spyrjum núna? Já, við skulum bara hafa okkur með sama hætti og við gerum síðast, aftur. Og svarið við því er nei, þar sem allir þessir 4 þættir sem ég taldi upp fyrir þér eru einskiptis aðgerðir í eðli sínu. Ef við gætum afnumið tolla og vörugjöld á hverju ári, þá myndum við gera það. Ég segi við þig, nánast með 100% vissu, að það er útilokað að krónan muni styrkjast 20-30% á næstu 3 árum eins og hún hefur gert undanfarið 3 ár. Við höfum verið að flytja inn verðhjöðnun frá evrusvæðinu, en þetta getur ekki gengið áfram. Og ástæðan er þessi. Raungengi á mælikvarða launa, sem er hvað? Jú, hlutfallslegur launakostnaður íslenskra fyrirtækja mælt í erlendri mynt. Með nokkra einföldun höfum við hækkað laun á Íslandi 30% á undanfarið 3 árum. Laun í evrum hafa hækkað ríflega 50% á sama tíma. Og við á vinnumarkaði og í hagkerfinu öllu verðum að fara að temja okkur þessa hugsun. Stundum er mikið til skiptana og þá er þetta að sækja launahækkanir. Og atvinnurekendur hafa góða sögu að verja þessar mundir, enda höfum við skilað mjög miklum launahækkunum til alls þorra manna á undanfarnum árum. En stundum er minna að sækja eins og núna og þá er eiginlega besta hugsunin þessi að til þess að sækja fram getur stundum verið besta taktíkin að stíga 1 skref aftur á bak og reyna að verja það sem við höfum nú þegar. En þarf þá ekki að koma til einhver skref þá allavega frá ríkisvaldinu, hækkur persónuafsláttar, einhver væntanlega, ég meina húsnæðiskostnaður er náttúrulega stór útgjaldaliður í öllum heimilum hjá þeim sem eru tekjulág og tekjuhá. Það hlýtur eitthvað svona að þurfa að koma þá á móti að því að hér drýpur smjör að hverju strái er bara fullyrðing sem að ekkert öll heimili á landinu kannast við. Nei, en við verðum að skoða þessa efnahagslegu stöðu almennt. Förum bara stuttlega yfir hana. Ég fullyrði að allir óvilhallir menn komast þeirri niðurstöðu að staða íslenska hagkerfisins þessa mundir er mjög góð. Þá segir þú, já, finna það ekki allir. Kaupmáttaraukning skilar sér til allra og hún er 20% á tímabili. Verðbólga er lág og hver er stærsti útgjaldaliður flestra heimila? Jú, sagði það sjálf. Fasteignir. Og við finnum það að þeir sem eiga fasteign, þeir finna það með beinum hætti þegar verðbólga er lág. En vandinn á húsnæðismarkaði er kannski annar. Það er fyrst og fremst skortur sem er að keyra upp verð og þú tekur ekki að því í kjarasamningum. Nei. Mér langar að spyrja aðeins bara eignaskatta, af því það er töluvert verið rætt það núna í þessar kosningabaráttu. Þetta er þetta umdeilanlegt, en getur í rauninni síðasta vinstristjórnin setti náttúrulega hérna af stað auðlegðarskattinn og þar voru þau gagnrýnd fyrir að taka
kannski á djúpt í árina að fólk sem kannski ætti ekki mikið laust fé væri samt sem áður að greiða þennan skatt. Er þetta efnahagslegur stöðugleiki náttúrulega mjög mikilvægur en ef þú horfir á ójöfnu verða til í eignum og lætur sem ekkert sé að þá grefur hann alltaf undan einhverju svona félagslegum stöðugleika. Svona eignaskattar, er það eitthvað sem að... Ég ekki hlynntur eignasköttum, bara þannig ég svari því beint og þetta er umræða af sama meiði og átt hefur sér stað undanfarna vikur. Annars vegar þessi ójafnaðar umræða sem að mér finnst ekki að rétt á sér, gagnvart launatekjum. Lögð var fram tillaga það að setja á einhvern ofur hátekjuskatt. Svo þegar það er skoðað ofan í kjölinn, þá skilar það engu, veltu fyrir þér. Á tekjur yfir 25 milljónum króna á ári, sem eru mjög háar tekjur. Ef við setjum 70% skatt á þær tekjur, þá skilar það 2,7 milljörðum í ríkiskassan á ári. Það er óbúðslega lág fjárhæð í samanburði við heildartekjur ríkissjóðs. Sama með eignaskattana. Ef við leggjum á eignaskatta á hreina eign umfram 150 milljónir króna, sem er mjög há fjárhæð, eins og nefnt hefur verið í umræðunni, er það að skila einhvers staðar á bilinu 5 til 10 milljörðum á ári. Þetta er ekki nóg til þess að loka því gati sem stjórnmálaflokkarnir hafa verið að ræða. Þetta er samt sem það umtalsverðar fjárhæðir. Þetta eru verulegar fjárhæðir, ég er alveg sammála því, en ég er að segja að þetta fer skamma leið að loka því gati sem nefnt hefur verið í umræðinni. En getur þetta ekki verið einmitt leið til þess að fyrirbyggja einhvers konar ástand sem ég nefndi hérna áðan, að einhver partur þjóðfélagsins fari bara svo langt fram úr öðrum að veruleikinn hætti algjörlega að vera svo sami? Ef við veltum fyrir okkur, hverju mun þetta skila? Ég til dæmis trúi því að þetta muni litlu breyta hvernig eignasamsetning þjóðfélagsins er. Þetta muni vissulega skila tekjum í ríkissjóð og þetta er bara pólitísk spurning sem að pólitíkin og kjósendur verða bara að gera upp við sig. Við getum ekki tekið ákvörðun þetta. En stóra myndin er þessi. Ég held að þetta skili í mestafalli því sem ég var að lýsa fyrir þér og vandinn við þetta er að aðilar geta til dæmis bara farið úr landi brott með fjármuni og ég vil ekki að það gerist við þurfum þá til þess að uppbyggingar í íslensku atvinnulífi. Það er aðalatriði í mínum huga. Það hefur svona einhverju leyti verið talað og nokkri flokkar nefnt það sérstaklega að þeir hyggist lækka hérna tryggingagjaldið. Þið hafið náttúrulega svo sem lagt áherslu á það að það sé mikið þörf á því. Hverju mun það breyta hérna? Tölurnar í þessu, ég hef stundum sagt brandarann, ef það er keyptur Gallup-vagn og fólk getur spurt, veistu hvað tryggingagjaldið er, þá er 95% líka að vita ekki og það er broskup eðlilegt. Tryggingagjaldið er gjald sem atvinnurekandi greiðir hún á öll laun. Á síðustu árum hefur tryggingagjaldið aukist eða hækkað 30 milljarða í ríkisreikning og á næsta ári munu tryggingagjöld standa undir tæpum 100 milljörðum með fyrirliggjandi fjárlagafrumvarp. Ég hef sagt að tryggingagjaldið sé vondur skattur þar sem það leggst á fyrirtæki sem skapa mörg störf og leggst hlutfallslega þyngra oft á minni fyrirtæki sem eru með hlutfallslega marga starfsmenn. Þess vegna hef ég sagt, besta leiðin til þess að halda áfram að byggja undir hagkerfið, byggja undir atvinnulífið sem er undirstaða verðmætasköpunarinnar, er svo að lækka tryggingagjaldið eins og búið var að gera fyrirheit um. Tryggingagjaldið hækkaði fljótlega eftir hrun til þess að standa straum á auknu atvinnuleysi. En vel að merkja, núna er atvinnuleysi á Íslandi nánast ekki, það er full atvinna. En engu að síður er tryggingagjaldið að skila 100 milljörðum í ríkissjóð á hverju ári. Hér er einhver skekkja, ofan af þessu þarf að vinda eru skilaboðin mín. En sko, af því þú nefndir sérstaklega þessi minni fyrirtæki, sko, hugnast ykkur að sjá hérna einhverjar sérstakar ívilnanir á einhver fyrirtæki undir einhverjum ákveðnum starfsmannafjölda? Mér lífir best í einföldum heimi. Mér finnst best að hafa almennar reglur sem taka til allra, en það er sjálfsagt að skoða einhverjar útfærslur. Fyrir mér er lang einfaldast að lækka bara tryggingagjaldið á öll fyrirtæki en það liggja háu fjárhæðirnar hjá fyrirtækjum sem eru með 10 eða fleiri starfsmenn en það eru 3/4 hlutar allra sem starfa á almennu vinnumarkaði starfa hjá fyrirtækjum með 10 eða fleiri starfsmenn. Þannig að ég held við náum aldrei báðum markmiðunum að lækka verulega fjárhæð tryggingagjaldsins sem skila sér í ríkisreksturinn ef við undanskiljum stærri fyrirtæki þar undan. Hvaða annað er það sem atvinnurekendur vilja sjá svona koma út úr þessum kostningum? Ég sakna þess að það sé takmörkuð umræða það að ríkisútgjöld hafa aukist mjög hratt á Íslandi undanfarnum árum. Og aftur ef við vísum í þennan hlutfallslega samanburð á meðal OECD-ríkja, þá kemur í ljós að skattheimta á Íslandi sem hlutfall af landsframleiðslu er eins og allra hæsta innan OECD. Ég held að við ættum að fara að taka þessa umræðu, þannig að maður noti þetta vinsæla orðalag, hvenær er nóg, Og sem dæmi það, aukningin í útgjöldum frá 2017 heim á fjárlagafrumvarpi 2018 er yfirlega 40 milljarðar króna. Göran Persson, sem var forstjóri og fjármálaráðherra í Svíþjóð, vann sinn stærsta kosningasigur
ekki það að ég sé að mæla honum bót. Hann vann sinn stærsta kosningasigur á því að lofa að skattar myndu hvorki hækka né lækka, en á móti myndu ríkisútgjöld ekki vaxa. Ég held að þessi angi hérna, það sé eitthvað sem við eigum að horfa á næstu árum. Halldór Benjamín, kærar þakkir fyrir komuna. María Rut Kristinsdóttir sest hérna hjá mér eftir örskamma stund. María Rut Kristinsdóttir, sérfræðingur og starfsmaður dómsmálaráðuneytisins er sest hérna hjá mér. Velkomin María. Sem að ræða þessar tillögur meðferð kynferðisbrota innan réttarvörslukerfisins. Þið voru að skila þessu af ykkur, þú og samráðshópurinn sem að þú stýrðir, bara núna þessar mundir og áhugavert þetta kemur einhvern veginn inn í miðja þessa MeToo-byltingu, svona það sem var verið að vekja athygli á kynferðislegri áreitni og ofbeldi sem að konur verða fyrir bara mjög mikið og svona umfangið mikið. Segðu mér aðeins svona, byrjum á þessum tillögum, segðu mér aðeins hvað er í þessu, hvað getum við séð breytast ef að farið verða að þessum tillögum? Já, sko þessi vinna á í raun og veru sína rætur að rekja alveg allt til 2010. Þá að fara í svona víðamiklar rannsóknir á málaflokknum og svona mjög mikilvægt að hafa það til grundvallar þegar farið út í svona aðgerðaráætlun. Og í mars 2016 skipuðu við þennan hóp og í þessum samráðshóp standa í raun og veru allir fulltrúar réttarvörslukerfisins. Við erum með lögreglu, ákæruvald, dómara, lögmannafélagið og neyðarmóttöku og svona auk þess að við lögðum mikla áherslu á svona víðtækt samráð og samvinnu að þá fór ég sem fulltrúi hópsins á fund með held ég hátt í 35 hagaðilum, svona fyrir utan hópinn, það getur náttúrulega ekki allir verið í svona hóp, en við vildum svolítið tryggja svona að við næðum vel utan svona heildstætt málaflokkin og við skiptum honum upp, þessari áætlun upp í svona 6 meginkafla. Við byrjum á rannsóknum, svo förum við yfir í ákæru og dómstóla og svo eru svona mjög ítarlegir kaflar svona tillögur úrbætur sem snúa bæði brotaþolum og sakborningum og svona að lokum svona það sem okkur finnst kannski skipta höfuðmáli og það sem kannski svona rætur vandans liggja sem eru svona forvarnir og fræðsla. Hvað gerum við til að fyrirbyggja vandan af því að við erum svolítið alltaf að plástra eitthvað kerfi þar sem að vandinn er viðvarandi og kannski eins og Hvað er hægt að gera til þess að fyrirbyggja þennan vanda? Ég held að þessu Já, nú ætla ég kannski ekki að fara kannski beint onni í það, en það kemur fram að við vitum það alveg að ræturnar liggja í til dæmis bara svona samskiptum, samskiptaleysi og fleira sem kannski væri hægt að fyrirbyggja með einhverjum hætti. Er það samtal sem þarf að eiga sér stað bara strax í skólakerfinu? Til að mynda, en líka bara svona í samfélaginu og við sjáum náttúrulega hvað hefur gerst bara með því að við erum að tala ofbeldi að þá einhvern veginn grasserar þetta svolítið upp á yfirborðið og við sitjum uppi með svona þessar spurningar hvað ætlum við að gera til að mæta þessum vanda. En þessi hópur sem sagt svona fór yfir þetta og leggur til sem sagt þessar tillögur og þetta bara svona kortlagning á stöðunni. Við reyndum að hafa þetta svona bara einfalda uppsetningu þannig að allir gætu lesið þetta, komið með ábendingar ef það er eitthvað sem vantar upp á og svo er ég með mjög svona ítarlegt Excel-skjal í tölvunni minni sem er ekkert jafn skemmtilegt kannski að lesa en þetta er svona snýra þessu að horfa á þetta heildstætt af því að við erum með kerfi sem er mjög hólfað, þú veist, lögreglan er hér, ákæruvaldið er hér og svo eru dómstólar en þeir sem að fara í gegnum kerfi og það er kannski það sem hefur verið gagnrýnt hvað mest, þau sitja bara og bíða eftir einhverju niðurstöðu og það getur tekið langan tíma, tekur á og svo framvegis. Þannig við vorum svolítið að horfa á þetta flæði gegnum allt kerfið. Og betri aðgang þá þeirra sem að koma að svona málum í rauninni að upplýsingum Já, bara stöðu mála og líka bara er hægt að stytta þennan tíma. Er hægt að, og við fórum svona mjög grundigt í svona pælingar svona samræmingu og verklagi og svona reyna að finna hluti sem kannski er hægt að laga án þess að það taki rosalega tíma eða tilkostnað. Þannig að við í raun og veru það sem við gerðum var að við vorum með einhverja 10 úrbóta tillagna á borðinu og svo náttúrulega þegar svona hópur sest niður þá koma fullt af öðrum hugmyndum og svo vorum við bara með post-it með hana að svona flokka þetta svolítið niður og reyndum svona, það kemur fram í skýrslunni, reyndum að skipta þessu svona upp eftir því
hversu mikilvæg aðgerðin og hversu mikil úrvinnsla þarf að fara í hana. Já, þetta eru tillögur sem annars vegar geta komið til framkvæmda strax. Og hafa nú þegar í raun og veru komið til framkvæmda og svona meðan við vorum að vinna þetta þá reyndum við svolítið að nýta tíman að byrja strax á því sem hægt að laga og það svona svolítið bara undirstofnanir sjálfar sem að taka það til sín. Hvernig sko í þessum málaflokki þá hefur náttúrulega eins og þú nefnir sjálf þetta eru margir mismunandi aðilar sem koma að þessu og þeir sem hafa þurft að leita á náðir þessara stofnana eða hvað svo sem við hafa ofta með talað að kerfið einhvern veginn taki þeim ekki nógu vel. Hvernig upplifið þið sem eru að leita úrbóta svona þetta, hvað ég segja, kerfi? Þetta kerfi? Já. Eru allir að vilja gera þar til þess að Já, ég get allavega sagt það fyrir mitt leyti að ég náttúrulega kem inn í þessa vinnu og hafði áður verið mitt í svona þessari grasróta vinnu og var í druslugöngunni lengi og svona druslugönguna. Já, mikið rétt. Og þannig ég hafði svolítið með þessa sömu sýn kannski, þú veist, og þekkti ekki alveg nægilega vel til málun eða svona hvernig þetta kerfi í alvörunni og það hefur verið ofboðslega lærdómsríkt og gaman að sjá bara viljan og fagmennskuna og ég hef ekki ennþá búin að fara á svona marga fundi, ekki ennþá lent í því að þurfa einhvern veginn að sannfæra einhvern að það þurfi að gera einhverja bragarbót. Það eru allir sammála það, það vilja allir gera betur og ég held að það kannski verður bara að segjast eins og að ég allavega lent aldrei í neinni mótstöðu og allir sem vinna í þessum málaflokki að gera það af heilindum og einhug og þetta náttúrulega mjög mikið álag sem fylgir í að vera í þessum málum. Þannig að það líka svona spurningar sem við veltum upp svona hvernig við getum líka bætt svona bara vinnuumhverfi og svoleiðis sko. Þannig að þetta svona eins og ég segi, svolítið svona reynum svolítið að horfa á þetta heildstætt og ekki fara ofan í þessa rörsýn sem að við lendum oft í og já. Mér langar að spyrja það eins að því að sko, þú ert eins og segir fyrrverandi talskona druslugöngunnar og kemur sko varst virk í grasrótarstarfi og náttúrulega sjálf lent í svona reynslu, erfið reynslu sem hún sagði frá í mjög áhugaverðu og góðu viðtali á sínum tíma. Þú ert af þessari kynslóð sem að með fullri virðingu fyrir feministu sem að undan hafa komið sem að sko svo sannarlega unnu sína vinnu og komu mörgum góðum málum á dagskrá að þá náttúrulega einhvern veginn virðist einhvern veginn sem að sé, svo ég leyfi mér að segja það bara, mikill skítur að fljóta upp á yfirborðið þessar mundir og því kynslóð hefur náttúrulega svo sem verið dugleg við að hafa hátt. Hvernig slær svona enn eitt svona samfélagsmiðla átaki sem þetta MeToo þig? Mér finnst þetta bara í raun og veru alltaf fara í þessa átt sko. Þetta er ótrúlega jákvæð þróun og ég minna þegar þú vísar í viðtali sem ég fór í 2013, það ekki mörg ár síðan, en þá þótti það svolítið svona djarft að vera að tala þetta á einhverjum opinberum vettvangi ennþá. Já. Ég fekk alveg svona ábendingar að þetta væri kannski eitthvað sem maður ætti ekkert að vera að tala Ég hef alltaf sagt og mun alltaf segja að við verðum að tala þessi mál. Hvort sem það heimilisofbeldi, kynferðisofbeldi, kynferðislega áreitni eða bara allt sem viðkemur þessum málaflokki, þetta verður að koma upp á yfirborðið þannig að við getum talað þetta og þessi MeToo-bylting sýnir það að ég held að ég hafi ekki ennþá hitt konu, jafnvel heldur ekki mann sem hefur ekki lent í einhvers konar svona áreiti. Og þá spyr maður svo, þú veist einmitt aftur, hvers vegna þetta svona og mér fannst líka svona áhugavert að sjá marga lýsa yfir, bara ég hef alltaf talið mig svo heppna að hafa aldrei lent í kannski nauðgun eða kynferðisofbeldi en bara lent í þessu, en svo þetta bara ótrúlega oft bara gróft og bara hreint ofbeldi. Þannig að ég held einhvern veginn að þessi tíma sem við erum í núna allavega að búa til plattform fyrir fólk að tala þessu hluti og Ég ætla einmitt bara enda því að spyrja þig, finnurðu fyrir breytingum á samfélaginu, finnst þér baráttan vera að skila ykkur? Já, klárlega. Og einmitt aftur fagaðilarnir sem ég vinn með tala líka breytt viðhorf inn í kerfinu og samfélagið sjálft. Ég meina, kynslóðin sem koma á undan okkur höfðu ekki tækifæri til að tala þessu hluti eins og við fáum að gera og við verðum líka að muna eftir þeim. Þannig að ég held einhvern veginn að við séum á réttri leið. Já. Marja Rut Geirsdóttir, takk fyrir komuna.
Við höfum þetta þá ekki lengri í bíli, við verðum hérna að viku liðinni með formenn þeirra flokka sem að komast inn á Alþingi eftir kosningarnar á laugardaginn. Verið sæl.